Nú skulum við sjá hvernig við getum nota Laplace-færslu til þess að leysa upphafsgildisverkefni. Við skulum fyrst einbeita okkur að því að leysa deildajöfnur af þessari hérna gerð. Epsilon mert pluss p epsilon jafnt og q með Laplace-færslu. Hérna skulum við hafa p fasta til að byrja með. Við höfum töflu og þar sjáum við eitthvað f af t og hægra megin stóra f af f's, tími vinstra megin, tíðin í hægra megin. Hér höfum við eitthvað fall epsilon af t sem áraugsta deildajöfnu og við finnum Laplace-færslu litla í og táknum með stóra í af s. Hvað er Laplace-færsla af afleiðinni? Byrjum á að spyrja því. Því það er svo sem ekki annað að gera heldur en að setja þetta inn í skilgreininguna á Laplace og við gerum það nákvæmlega það. Laplace af í mert af t og við vitum þetta. Og skilgreiningin er frá 0 og upp í pluss óendanlegt, kjarninn mínus st og hér setjum við í mert af t eða di dt. Við verðum að nota hlutheildun í tvö föll og það er ágætt að stilla þessu bara alltaf upp. Við höfum eitthvað fall svona, heildum u dv, það er u mínus v du og þá erum þetta að ræða og við skulum velja hér að dv-ið hér í formúlunni það sé u-mert í t dt. U-ið er þá sjálfkrafa e í veldinu mínus st. Nú, þá getum við fundið vaf, það er bara í-ið og við þurfum bara eitt hvert stofnfall þannig að við sleppum heildunarfastanum. En du, dt, við deildum þetta hér með til tíma. Nú þá er lítið annað að gera heldur en að raða inn. Hér setjum við þá vaf. Það er sem sagt e í veldinu mínus st og epsilon í t. Og heildunarbilið, það er jákvæða hálflínan, mínus í formúlu og þetta er kannski aðeins sparað okkur sporin. Við þá setja þessi hérna 2 fyrir neðan. Við ætlum að setja inn vaf og du. Við setjum þennan inn og mínus s. Það getur tekið mínus s því þetta er alltaf t sem er í heildustofni. Það getur tekið mínus s út fyrir. Þannig við fáum pluss s út fyrir heildi. Og hér setjum við e í veldinu mínus st. Og við búum með þennan. Þennan og þennan. dt, já. Við setjum þá epsilon inn. Nú setjum við inn óendanleikann. Þetta er það jafnt og ef við leyfum okkur þetta táknmál. Mínus s sinnum pluss óendanlegt. Og mínus sinnum pluss er þá bara mínus. Mínus s sinnum óendanlegt og það er e í veldinu. Það sinnum epsilon af mjög óformlegt táknmál og svo mínus og setjum við núlliðinn e í veldinu mínus s sinnum 0 og epsilon af 0 komið pluss s. Þetta hérna allt saman er Laplace-færsla fallsins í. Svo. Hérna höfum við eitthvað fall í sem hefur skilgreinda Laplace-færslu. Þannig að við deilum með e í veldinu óendanlegt þá fáum við 0. Þannig að þetta verður 0. Svo er hérna e í veldinu 0 sem er 1. Og hérna fáum við tölu. Epsilon í 0. Pluss s sinnum og við eigum þessa formúlu eða getum flett henni upp.
stóra upsilon, best að setja s-ið. Og ef við röfum það svona upp, þetta er mínustala, eða þess að setja mínus í formúlu, þannig að setjum hana fyrir aftan og þessu undan, þá hafa við s, í af s, mínus upsilon í núli. Svona. Þá erum við komið með formúlu að ef Laplace-færsla af einhverju tímaháðu falli er stór upsilon, við getum fundið þessu formúlu, þá er Laplace-færsla af afleiðinni það er tíðnin sinnum fallið mínus 1 punktur. Þetta þýðir þá að þetta er kjörið til þess að lesa uppaskildisverkefni, meistarkosti til að byrja með, þegar gefið er einhvern fallgildi í upsilon í núli. Við skulum þá lesa dæmi sem að við höfum fengið. Leysið uppaskildisverkefnið upsilon merkt mínus upsilon jafnt á 0 og það sem er upsilon í núli er 7. Sem lausn, og við skulum gera þetta með, við varum kannski fyrst að gera þetta, nei, gerum þetta bara beint með Laplace-færslu, með Laplace-færslu. Og þá Laplace færum við alla jöfnuna. Við bara setjum Laplace á vinstri hlið og Laplace á hægri hlið. Þá fáum við að Laplace af vinstri hliðinni, nú bara fyrst skrifa þetta, það er í mert mínus í og Laplace á hægri hliðinni, Laplace á 0. Liðum vinstri hliðina, Laplace af í mert, nú ætlum ég að hafa t með og mínus Laplace af í og Laplace á 0 verður að vera 0. Og ég ætlaði að hafa t-ið hérna og allt er þetta falla af s. Nú getum við notað þessa hérna jöfnu. Það er nákvæmlega það sem kemur út úr þessu. Og höfum við það bara gula. S í af s mínus upsilon í núli. Og þetta er bara upsilon af s. Við ætlum að reyna að finna hvað stóra upsilon er, ætlaði að segja. Þannig þetta er svolítið merkilegt að við höfum breytt afleiðujöfnu í reyna algebru. Nú lesum við bara algebrujöfnu, einangrum í úr þessari jöfnu. Það fáum við s mínus einu sinni stóra upsilon af s og færum upsilon 0 yfir að hægri hlið. Nú er ekkert erfitt að einangra í af s og það er ykkur festi sem við vitum hver er. Segjum 1 á móti s mínus 1. Og nú þurfum við bara að fletta þessu formi upp. Þetta er á hægri hlið töflu. Hérna höfum við f af s, hér höfum við f af t, stóra f af s og litla f af t. Og við erum að leita þessu hérna formi 1 yfir s mínus omega. Eða s mínus a, eins og er í bókinni. Og hvað er hér í vinstri dálki? Það er e í veldinu omega t. Hvað er omega? Það er 1. Þannig að þegar við Laplace færum tilbaka, sem sagt finnum litla í, og þá er litla upsilon af t, það er andhverfa Laplace-færsla stóra í, og að tákna svona í skilgreiningunni. Það eru bara svona að segja frá því.
hvað gerist. Og y0 er fasti sem kemur bara út fyrir heildi. Og við þurfum að Laplace færa tilbaka s mínus 1. En það stendur hérna hvað það er. Það sem omega er 1. Og við fáum þá y í 0 sinnum e í veldinu 1 t. Það er að segja y er phi af t sem er þá y í 0 var 7 sinnum e í veldinu t. Og þetta er jafna sem að gildi greinilega fyrir öll t. Nú, það er ekkert óskaplega erfitt að reikna þetta á ýmsa vegu því þetta er fyrsta stigs venjulegt deildajafna og hún er óhlýðruð. Við getum list þetta bara til þess að rifja upp á kannski 2-3 aðra vegu. Bara laust á hefðbundinn hátt eða eins og við þekkjum. Þá höfum við alltaf þennan gátlist okkar. Við höfum hérna í fyrsta lagi þá höfum við þetta deildajafna þessu formi. Nei, 2 þetta deildajafna á þessu formi, fasti sinnum í. Við getum umritað hana á þetta form 2, y merkt í einu sinni y. Hér var gefið y 0 væri 7. En við vitum að lausn á þessu hérna formi er y er alltaf y gefið í einhverjum punkti sinnum e í veldinu kx. Hérna, k. Og k-ið er 1. Men hér höfum við bara x. Og hér er x 0, 0. Og y af x 0 er 7. Þannig við fáum 7 sinnum e í veldinu x. 3. Er deildajafnan á þessu hérna formi y merkt jafnt og a af x sinnum b af y. Já, reynda líka. Þetta hér er sér tilvik af 3. Þannig við myndum alveg eins geta nota þetta hér. Hún er aðgreinanleg og þannig að við getum líka nota þá lausn. Er hún á þessu formi hér y merkt pluss p í jafnt og q þar sem p og i eru föll af x? Já, líka. Ef við tökum p jafnt og mínus 1 og q jafnt og 0. Þannig að við getum líka leyst hana lausn b. Lausn c. Þessi hérna deildajafna y merkt mínus y jafnt og 0 hefur líka formið y merkt pluss p í jafnt og q í tilvíkinu þegar p er mínus 1 og q-ið er 0. Þá er líka heildunarþátturinn e í veldinu stofnfall p, eitthvert stofnfall p. Og ef við heildum mínus 1 með til x, þá fáum við mínus x. Mínus x. Og ef við margföldum í gegnum þessa hérna deildajöfnu með e í veldinu mínus x, þessa hérna, við tökum aðeins milliskrifin, þá fáum við e í veldinu mínus x sinnum í merkt mínus e í veldinu mínus x sinnum í og svo 0 sinnum e í veldinu mínus x, það verður 0. Við vitum að þetta hérna form, heildunarþátturinn, hann hefur þessa eiginleika að við fáum alltaf mi sinnum í og afleiðin af því. E í veldinu mínus x, mi sinnum í. Ef við deildum þetta með til x, þá fáum við nákvæmlega þetta hér. Þannig við höfum bara umritað vinstri-hliðina og þetta er þá 0. Þá getum við sagt allt í lagi. Þetta hérna
Ef við deildum það, þá fáum við 0. Þannig að þetta hér sjálft lítur þá að vera fasti. Þá er í veldinu mínus x í einhver fasti. Og það er allt í lagi að margvætta í gegn með í veldinu x og þá fáum við er fasti sinnum í veldinu x. Hvernig finnum við fastan? Kannski haft þetta svona, af x og setjum svo x0 inn og x0 var 0 og af x0 var 7. Svoleiðis að hér stendur bara 7 er c sinnum í 0. Það er 1. Og þar með höfum við lausnina. C var 7. Þannig að það eru ýmsar leiðir til að leysa þetta. Kannski að bara svona til þess að svona hnykkja á þessu. Við skulum nota þessa hérna aðferð líka. Síðan þetta gott í bili. Jæja, prófum bleikan. Leysum þessa hérna deltajöfnu. Í mert mínus í jafnt á 0. Í 0 er 7. Er hún aðgreinaleg? Já. Við þurfum bara að umrita hana svona. Í mert er jafnt og í. Nálægt x jafnt á 0. Nálægt upp á skildinu er útkoman eitthvað nálægt 0. Nei, er nálægt 7. Þannig að við aðgreinum og fáum 1 yfir í. Í mert er jafnt og 1. Og svo vitum við að við getum skrifað í mert dx sem di. Þannig að við getum hugsað þessu svo að við margvættum í gegn með dx. Þannig að hér stendur bara eftir di og hér er dx. Og nú heildum við. Og við heildum 1 yfir í og fáum lóðræn af tölugildinu af í. Úr fasti. Og heildum 1 til x og fáum x. Og höfum heilduna fastana báða hérna hæra með jafnæðmerkið. Ef ég með veldi af fáum tölugildið af í er í veldinu x pluss c. Þetta er bara í veldinu fasti, notum bara veldareglur. Þetta er í veldinu x. Og ef við fellum tölugildið, þá fáum við er pluss mínus í veldinu c sinnum í veldinu x. Eina sem það þýðir er það að þessi fasti hérna er ekki 0. Annars getur þetta verið hvaða rauntalu sem vera skal. Nú séum bara a er fasti. Við veitum bara a er ekki 0. Og til þess að finna a-ið, þá setjum við 0 inn í staðinn fyrir x. Svona. Í 0 er þá a sinnum í veldinu 0. Og þetta á að vera 7, það er gefið. Og a er þá 7. Þar með setjum við bara 7 hérna í stað fyrir a og fáum að lausnafallið eða lausnauppskiptisverkefninu er 7 sinnum í veldinu x. Í þessu tilviki var ekkert endilega neitt betra að nota Laplace-færslu en við sjáum allavega að við höfum margar leiðir til þess að leysa deildarjöfnu þessari gerð. Þetta var svona aðeins tenging við það sem komið er. Bætið þó inn í töfluna f af t, stóra f af s. Við kannski setja 0 hérna inn. 1 verður 1 yfir s. T verður 1 yfir s í öðru. T í öðru verður 2 yfir s í þriðja. T í þriðja. 6 yfir s í fjórða. T í fjórða. 4 Robert. 24 yfir s í fymta. T í fymta. 120 sinnum s í sjötta og d enda.
en náttúrulega tala, en hrópmerkt yfir S í veldinu en nú segir. E í veldinu fasti sem tími verður 1 yfir S mínus omega. Sjáum þessa mynd fyrir okkur, loðfælla í omega, breiðpóin kemur svo hér og nú eru loðfællu kallaðir pólar í deilduöfnumfræðum, eitthvað venja bara. E í veldinu í omega t, það verður S mínus í omega, kósinus af omega t, það verður S yfir S í öðru pluss omega í öðru. Sinusinn á omega t verður omega yfir S í öðru pluss omega í öðru. Fasti sinnum F af t pluss ykkur annar fasti sinnum G af t. Það verður fasti sinnum Laplace-færsla litla f pluss fasti sinnum Laplace-færsla litla g. Og svo núna vorum við að fá epsilon hefur þessa formúlu hér í tíðninni, litla epsilon sem er tímafall, og þá hefur afleiðan þessa formúlu hér. Margfalda með tíðnibreytinni sinnum epsilon og drögum frá upphafsgildi sem er gefið. Og þá er næsta verkefni, sem verður nú alls ekki erfitt. Það þarf að finna í tvímert, í þrímert, í fjórmert, vegna þess að það verður svona þrepunar verkefni eða bara rakning sem byggir alltaf því sem komið er svipað og áður. Við vorum komið eina enn, ef við verum með t sinnum eitthvað f af t, það sem að Laplace-færsla litla f e bara stóra f, og þá gátum við sett mínus og dildað þetta hérna. Þetta er líka ekkert erfitt að útvika fyrir t í öðru sinnum f t. Hvað ætli það sé? Þessar formúlur hérna, við bara smíðum þær svona hægt og rólega og kynnumst þeim, þá er yfirleitt hægt að leysa þetta allt saman í höndunum ef við hefum þetta hjálp til að hjálpa okkur.